Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín á svolítið óvanalegum stað. Já, við erum borð í Baldvini Njálssyni, nýjum frystitogara, glæsiskipi í eigu Nesfisks. Og við ætlum að skoða skipið og ræða við skipstjórann og fleiri skipverja. Í seinni hluta þáttarins kynnumst við aðeins frú Ragnheiði. Svolítið annað mál heldur en það sem verið að gerast hér borð í Baldvini Njálssyni, GK. En við ætlum að byrja þar einmitt og skoða skipið. Hilmar Bragi fór og tók á móti skipinu. Já, nánast í sinni heimahöfn ef við getum sagt svo, í garðinum og við sjáum fyrstu myndirna þaðan. En svo fórum við með skipinu líka siglingu til Hafnarfjarðar. Komið með okkur og skoðið með okkur Baldvin Njálsson, GK 400. Það ekki amalegt að vera hérna í brúnni á nýjum Baldvini Njálssyni. Glæsilegu skipi, Arnar Óskarsson skipstjóri. Til hamingju með daginn. Takk að kærlega fyrir. Þetta stór stund, eða ekki? Jó, þetta mikið forréttindi. Þetta draumur hvers sjómanns og alls ekki allir sem fá upplifa það. Mitt fyrsta skipti. Þetta búið að vera rúm 30 ára sjó. Þetta gríðarlega merkilegt og mikið stolt. Mikið forréttindi að vera trestur þessu. Þú varst með gamla Baldvin sem var togari, eldri togari. Þetta svolítið mikið stökk. Já, þetta mikið stökk. Ég var búinn að vera þar í 16 ára tæp og það bara ekki hægt að líka því saman sko. Það bara himinn og haf þar á milli. Það bara eins og að fara Fiat Punto yfir á Dietron eða eitthvað svoleiðis sko. Ég veit það ekki. Þetta bara ekkert líkt. Hvernig gekk heimferðin frá Spáni? Hún gekk bara mjög vel. Við lentum nú bara í skítaveðri leiðum við að koma út frá Vík og vorum í stormi 2,5 sólarhring og við gátum keyrt skipinu 11-12 mílur og það var allar hreyðist neitt úr stað hérna og pappakassar hérna upp á bekkjum og annað og það var ótrúlegt sko. Fóru langt út í haf sko til að forðast illviðri sem var í bæði Norðursjó og vestan við Írland þannig að við byrjuðum nú ekki rétta stefnu. Við fórum norðvestu til að byrja með í rúma sólarhring. Og svo fengum við bara að vera komin norður á Írlandi og bara komin í fínt veður og sluppum heim á 5 sólarhringum, stefna 1400 mílur. Það var bara mjög ánægilegt. Gekk allt vel og varst þú ekki í dágóðan tíma út á Spáni þar sem var að vera smíða skipið? Jú, ég fór út á sjómannadaginn, flög út á sjómannadaginn 7. júní og ég var búinn að vera þar utan 1 3 vikna frí og 1 viku frí. Þannig að ég er búinn að vera með þessu og búinn að reyna að vera að vinna í þessu ferli í 3 ár og allir undirbúningsvinnunni og þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Ég hef ekki viljað missa að vera að taka þátt í þessu. Þegar ég kem út þá brúin hérna bara rétt verið að byrja einangrana og við raðaði hérna niður öll tækjum og það var rosalega ánægjulegt að vinna með Spánverjunum. Það var mikið virðing borin fyrir okkur og allt gert til þess að hafa okkur glaða og við vorum nú hérna ekki bara ég, það Willum hérna sem yfir smíðinni búin að vera þarna í allan tíman, 15 mánuði og vélstjórarnir eru búin að vera svipaðan tíma og ég. Þannig að við vorum hann í teymisvinnu bara og fengum að vera með í öllu. Við ættum að þekkja skipið ágætlega. Og hvað, skipið hannað hérna heima það ekki, eða teiknað? Jú, það hannað Sævari Birgissyni og skipa sín og við hefum verið með í þeirri samvinnu alveg frá upphafi og fengið að setja svona fingra fyrir okkur á þetta og það hefur verið mjög ánægjulegt samstarf. Lögðuð upp með eitthvað svona ákveðina hugmyndir eða hvað getur sagt, sér óskir? Já, þetta byrjaði bara raun og veru sem miklu minna skip sko. Þetta byrjaði raun og veru sem bara raun og veru stór bara páll og breki og lengdur og okkur fannst það ekki vera framför frá því sem við vorum í þannig að það var skipið stækkaði og fór í 15 metra og svo síðar í 16 og við vorum nú búin að koma svo sem öllu þessu búnaði fyrir í 14 metra breitt skip en þetta orðið risaskip. Þetta þróaðist á leiðinni og eigendurnir vildu hafa hérna sjálfvirkni mikla og vöru hótel og geta landað á brettum og þetta byrjaði allt öðruvísi og þetta endaði bara sem hátækni skip held ég. Geturðu sagt okkur í fáum orðum svona hversu mikið hátækniskip þetta er? Það er verið að tala já, maður heyrir umræðum að það sé eitt tæknivæddasta skip á Íslandi.
Já, þetta svona sambarilegt skip og Sólbergið að mörgu leyti, fyrir þetta hafi nú ekki með bræðslu eins og þeir, en þetta svo sem sami búnaður, þetta í öðrum skipum, en við erum annað skip á Íslandi með þennan búnað. Þannig að jú, þetta bara parið við það besta. Það bara svoleiðis. Hvað með vinnsluna borð? Já, hún náttúrulega kannski mesta framförin í raun og veru. Menn þurfa ekki að lyfta neinu lengur og menn íta bara frá sér pönnum og þau fara sjálfvirkt í frost og allt fyrir sjálfvirkt á bretti og það bara lyftarar sem vinna á lestavinnuna. Þetta bara búið að vera mjög erfið vinna hjá mannskapnum á þessu að lyfta og raun og veru stenst ekki tímastöðun hvernig vinnubröðin eru í raun og veru á íslenskum frystuskipum. Það bara löngu kominn tíma að stíga þetta skref og þetta kostar þetta mikið, en þetta eru líka skip sem eru að framleiða mikil verðmæti. Ragnar, hvað geturðu sagt okkur vélamálin í nýjum Baldvin? Já, þetta við erum hérna með Wärtsilä, 3480 kW og gír þar fyrir aftan sem hérna mikil niðurgírun, því að við erum með mjög stóra skrúfu. Við erum með skrúfu sem 5 metrar í þvermál, þannig að hún snýst mjög hægt og þetta á að gera það verkum að við höfum að geta verið mjög hagkvæmir á mikinn tókraft með lítilli olíueyðslu. Þannig að það á að koma bara, þetta svona konsept sem að skipasýn hefur verið að þróa og við erum með bjartsýni að þetta bara fúnkeri vel. Hvernig tilfinningin hafandi verið að þú ert búin að vera út að núna síðustu mánuði og hvernig var þetta á leiðinni heim? Bara æðislegt, fengum bara skítabrælu og skipið reyndist bara frábærlega og sullaðist áfram beint á móti og hélt sínum bara alltaf sinni ferð og fóru vel með okkur. Hvað geturðu svona sagt mér er þetta ofboðsleg bylting í vélamálum í skipinu? Já. Fyrir vélstjórann? Já, það er margar áskoranir, sérstaklega í búnaðinum kannski fram á dekki og líka vissuleyti með rafmagnsbúnaði sem er hérna en sjálfvirknibúnaðurinn fram á dekki, hann verður áskorun fyrir okkur, skemmtileg. Er þetta mjög mikil breyting frá því sem það var? Já, við verðum að hoppa ansi langt fram. Það er gaman að segja, þetta er eiginlega sama vélin og var með, Wärtsilä 32 6-cylindra vél, en þessi bara það er ausið inn á hennu meiri olíu heldur en í gamla bátnum. Þannig að það er svolítið svona sem basicinn sem hefur ekki breyst mikið, en búnaðurinn í kringum þetta hefur breyst. Er þetta auðveldara fyrir því? Sumt er auðveldara, hann hefur erfiðara. Ég er með góða menn með mér. Þannig að það er náttúrulega, ég spurði skipstjórn að því hvort að þið þyrftu allir að fara á tölvunámskeið. Ertu kannski búin að vera þannig lagað á námskeið í síðustu mánuði þegar það hefur verið að klára skipið? Já, vissulega. En maður áttur að læra helling. Það er að uppfæra gamlan mann. En er ekki gaman að taka þátt í þessu? Algjörlega æðislegt, algjörlega geggjað. Þetta er bara frábært að taka þátt í þessu. Hvað geturðu sagt fyrir okkur leikmennina? Hvernig fer þetta fram hérna borð? Þið eruð að taka, hvernig þegar fiskurinn kemur á borð, hvaða leið fer hann? Já, hann fer hérna inn á dekk og niður í móttöku þar sem hann hausaður og þrifinn og settur í kör til kælingar og svo fer hann bara í flökun og snirtingu og pökkun og eftir það kemur alltaf mannsandi minna og minna við þetta, en þetta breytir ekki því að þetta verður áfram erfið vinna og mikil handavinna og mikil akkursvinna. Þetta byggist á góðu mannskap sem við erum heppin með. Þetta byggist bara á því að vera með samheldinn mannskap og það er ekki breyting á því. En við vonumst þess að geta afkasta meira og menn slitni jafnvel minna. Menn geta hvílt sig betur hérna og aðstæða miklu betri. Það er vítt við erum með raun og veru borsar og 2 setustofur. Við vorum allir eins og í sardínudós á gamla bátnum, 26 kallar. Það geta meira þess að 4 kallar komið hér bara upp, sko. Þú nennir því nú kannski ekki að spjalla við fílubúkan hérna alla daga, en þetta er allt annað. Þetta er allt annað. Þannig að kallarnir hljóta vera ánægðir? Já, það er mikil eftirvænting í mannskapnum og hlakka mikið til að geta hitt hérna skipsfélag okkar sem hafa ekki fengið að sjá skipið. Nú er það næsta stig að fara að græja skipið til veiða og fara að þjálfa upp mannskapinn.
það ekki eins og að senda skipverjana bara á tölvunámskeið? Alltaf því? Jú, en á móti kemur þá þetta reyndir kallar og ég hef trú að þeir verði fljótir að aðlagast þessu. Það er mikið tæknibúnaður og mennur eru misgóðir í því. Við erum svolítið að velja okkur menn í það og velja, menn sem eru opnir fyrir því. En við fáum góða þjálfun, við fáum 14 daga með þessum mönnum sem ber ábyrgð á mestu tækninni hérna til að kenna okkur og vera með okkur fyrst. Þannig að ég er bjartsýnn að þetta gangi vel. Hönnuðurinn talaði að þetta væri ekki stór vél en stór skrúfa. Hvernig lýsir því fyrir okkur? Já, þetta er svona margt öðruvísi heldur en í skipum. Við erum með 5 metra skrúfu, 3000 kW vél sem er miklu minni vél heldur en raun og veru sambærilegu skipum. En tógprófanir fóru raun og veru upp á þakinu með væntingar. Við vorum að vonast til að fá 70 tonn tógkraft. Við fengum 76 tonn og spynnuði útslag upp í 80. Og við drógum 2 troll á grunnu vatni í veiðarfæraprófunum og við vorum að nota 50% aflinu. Það var reyndar í blíðu veðri. Þannig að þetta gír er risastór og skrúfa snýst hægt. Hún snýst bara á 75-80 snúningum. Og ég vona að hávaðamengun frá skipinu verði lítill og ég hef trú að þetta verði atburða togskip. Jóhanna, hvernig birtist frú Ragnheiður á Suðurnesjum? Frú Ragnheiður á Suðurnesjum er búið að vera í þróun í nokkur ár. Við erum búin að sjá að það væri þörf fyrir þetta hér á Suðurnesjum. Og við byrjuðum fyrir ári síðan. Við vorum með 138 heimsóknir á síðasta ári, 10 karlmenn og 5 konur, alveg frá 20 og upp úr. Frú Ragnheiður er á ferðinni 2 sinnum í viku hérna á Suðurnesjum, á mánudögum og fimmtudögum frá 8 til 10 og þá eru sjálfboðaliðar á ferðinni, einn sem við köllum bara aftri og helst heilbrigðismenntaður einstaklingur. Við erum að hitta skjólstæðinga og bara veita sálarna stuðning og við erum að gefa þeim nálar, við erum að fræða þau bara hættuna í kringum þetta, allt á þeirra forsendum samt. Og við erum að gefa þeim box og fá þau til að farga búnaðinum. Og við förguðum meðal annars 47 lítrum á síðasta ári af nálum og búnaði. Já. Þau skila sem sagt til okkar og við förgum því. Og já, þannig að það er kannski búnaði sem hefði jafnvel fundist í nærumhverfinu. Svo fæ ég rapport eftir vaktina og þá reyni ég að vera í sambandi við skjólstæðinga og sérstaklega kannski yngri kynslóðina og konur sem við höldum sérstaklega vel utanum. Og ég hef í raun og veru bara alveg saman hvort fólk er að verða edrú, aðstoða þau, fara með þau í viðtöl hjá félagsáðgjöfum, læknum. Við höfum nýtt okkur prestana hérna á Suðurnesjum þegar þau eru að opna á svona sálræn áfalla því að það er biðtími í sálfræðiþjónustu. Og svo erum við náttúrulega bara að reyna að komast sumum inn í virk sem að vilja það. Þau komast þangað eftir að þau eru búin að vera edrú í 36 mánuði. Svala, þú hefur aldeilis komið nálægt þessum málum. Hvað getur þú sagt okkur svona hvað þetta snýst? Já, skaðaminnkun er svona mannúðleg og gagnreynd nálgun í að reyna aðstoða fólk sem glímir við vímuefnavanda. Og í dag vitum við bara út frá rannsóknum og vísindum að það skila mun meiri árangri að koma fram við fólk af mannúð og skilningi og við erum svolítið svona í dag að færa okkur frá svokölluð svona refsstefnu og með því erum við að nálgast fólk á þeirra eigin forsendum og reyna að skilja svolítið hvers vegna er aðilinn að nota vímuefni og af hverju getur hann ekki hætt.
og í því orsaka samhengi erum við að reyna að koma inn með svona inngrip sem raunverulega aðstoða þau við að lifa af, að þau lifi þennan kafla af, að þau verði fyrir sem minnstum skaða og áhættu og við erum svona að byrja að reyna að skoða hvað getum við gert til þess að reyna aðstoða þau við að taka jákvæð skref í áttina að bata. Þannig að markmið alltaf bara svona að umhyggja og hlýja og að mæta fólki svona án fordóma. Hver eru svona, get ég spurt, hver eru svona yfirleitt viðbrögð fólks, þessa fólk sem í þessari vímu og þið eruð að hjálpa? Þau eru bara nær alltaf rosalega jákvæð og þegar ég segi jákvæða þá oft mikið þakklæti þegar maður nálgast fólk út frá skaðaminnkandi hugmyndafræði og í rauninni bara mæta þeim á þeim stað sem þau eru og við erum alltaf að reyna að lágmarka áhættuna og skaðan eins og Jóhanna fór svo vel inn á áðan hvað Frú Ragnheiðarverkefnið Suðurnesjum gerir, það er að láta þau fá hreinan búnað til notkunar til þess að draga úr HIV og lifrarbólgu C-smittum og alvarlegum sýkingum og það sem skiptir svo miklu máli líka er þegar þú hittir fólk á þeirra eigin forsendum þá getur þú veitt svo góða fræðslu. Þannig að eins og þau hérna á Suðurnesjum þá eru þau mikið svona að eiga samtal áhættunar og reyna aðstöðu við reyna að lifa þennan kafla af. Jæja, þá eru komin inn í bíl Frú Ragnheiðar. Jóhanna, hvernig hvernig takið á móti fólki ykkar skjólstæðingum þegar þið koma hérna? Við tökum bara yfirleitt á móti hæ Palli, hvað segirðu, hvernig er dagurinn? Hvernig hefur þið í dag? Það er svona yfirleitt opnun hjá okkur og þá bara fáum við stundum að heyra að dagurinn sé búin að vera erfiður og svo bara náttúrulega kemur fyrir að þau eru líka mjög góða daga og deila því oft með okkur líka. Hvert er svona markmiðið? Þú ert hérna með nálar og hvað ertu að gera fyrir þetta fólk? Sko, við erum náttúrulega bara fyrst og fremst að mæta fólki á þeim stað sem það er statt og það er náttúrulega bara almenn mannréttindi. Við erum að reyna að draga úr þeim skaða sem af notkuninni getur orðið og halda fólki á lífi. Það er okkar markmið. Og í skaðaminnkun, það er ýmislegt sem er inn í skaðaminkunni og fellur undir hana og Þú notar það orð, heyri ég mjög mikið, skaðaminnkun. Já, við erum verkefni sem vinnur að skaðaminnkun. Og þá erum við bæði að tala að þessi einstaklingar, þeir hafa kannski, eru kannski svolítið einir, þeir hafa kannski lítið bakland og svo líka erum við að reyna að draga úr þeim skaða sem getur orðið í samfélaginu og af notkunni hjá þeim og þess vegna fá þau nálar hjá okkur og dælur. Við gefum þeim líka box til þess að ganga frá búnaðinum og við förgum því svo. Þau fá næringu hjá okkur, sálrænan stuðning og bara skaðaminnkandi samtal. Hlý föt, já. Teppi. Já, fullt af fólki sem bara prjónar og færir okkur. Kannski prjóna konur að mestu leyti allavega. Við fáum ullapeysur og sokka, vettlinga, húur. Já, bara... Talandi nálarnar, hvað þið að leggja áherslu á að séu með bara noti nálina einu sinni? Já, við leggjum áherslu á það. Og nálin, bara þegar hún stinginni einu sinni inn í húðina, þá bara getur hún rifið til, rofið æðina. Það er alveg ótrúlegt að horfa á nálarnar í smásjá og sjá bara hvað gerist. Þannig að við viljum að fólk hafi greiðan aðgang að nálum. Og þú talar að sé frekar auðvelt að fá sjálfbóliða og Vala, þú ert hérna með henni. Hvað drífið þið áfram í að vera sjálfbóliði í Frú Ragnheiði? Bara að geta unni með fólki og mæta fólki okkar á kannski ekki marga að og svona hefur fær ekki hennar skilning og bara fá að vinna með fólki og mæta þeim stað sem það er, sýna virðingu. Ertu að mennta þig eitthvað í þessu? Ég menntaði sjúkraliði og svo er ég læra félagsráðgjöf
Þannig að ég svona vil vinna með fólki. Þannig að við getum sagt að þetta sé svona jafnvel svona sérstakt áhugamál hjá þér. Já, í rauninni. Þetta er svona, já, það er. Hvernig er það þegar þið eruð að taka á móti fólki sem er í neyslu og við getum sagt, í vandræðum? Hafið þið lent í einhverju hættu í þessu starfi? Nei, aldrei. Ég man eftir einum sem var svolítið reiður í eitt skipti og ekki hann ógnaði okkur neitt, en hann hringdi daginn eftir og baðst afsökunar út af því að þau bera ótrúlega mikla virðingu fyrir verkefni frú Ragnheiði. Það er alveg ótt að segja það. Sammála því? Ég sammála því og ég hef aldrei upplifað mér verið ógnað eða ég verið hrædd. Það er bara langt í frá. Hvernig virkar þegar þið eruð á bílum? Er það á ferðinni? Veit þetta fólk hvar þið komið? Er það með fasta áfangastæði eða eitthvað slíkt? Nei, við erum bara á ferðinni frá 8 á kvöldin á mánudögum og fimmtudögum og nafnspjöldin okkar liggja víða og við setjum þetta yfirleitt inn á Facebook og þau bara hringja og við hittum það bara einhvers staðar þar sem að þau treysta sér til þess að sumir vilja og fá okkur bara heim til sín og við höfum jafnvel farið inn á heimili hjá fólki en svo bara erum við náttúrulega bara ótrúlega heppin að hafa fengið þennan bíl og venjulega sitja skjólstæðingar í þínu sæti og við hér til þess að geta átt svona opið samtal og nú stundum þurfum við að fara í sálræna stuðning og það er ýmislegt sem gerist í lífi þessa fólks. Já. Það er alveg ótt að segja það. Það er lent í vandræðum, hefur fólk verið bara mjög illa á sig komið? Já, ekki hér. Ég hef ekki upplifað það hér. En ég hef, ég hef alveg upplifað það út því ég hef verið tengd þessu verkefnum í 6 ár. Getum við spurt því, er það skemmtilegt að vera sjálfboðaliði í svona? Við myndum alltaf að segja að þetta væri ekki beint svona kannski auðvelt starf. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Þetta er ótrúlega gefandi. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þannig að þið eru aldrei neitt hræddar eða annað, þetta er bara óskup svona, það er ekki hættulegt. Nei, auðvitað, við erum alveg með tetrastöð og svona í bílnum en það hefur ekki þurft að nota hana, og ég er nú stundum eina ferðinni á daginn með skjólstæðinga og þau bera virðingu fyrir okkur. Af því við berum líka virðingu fyrir þeim og mætum þeim sem manneskjum. Er frú Ragnheiður, sem eru þið eru þið ekki að segja fólki sem að koma að hitta ykkur? Jæja, Gunni minn, nú verður þú að hætta þessari neyslu. Nei, það gerum við ekki. Það er nóg af öðru fólki sem að gera það. Við grípum boltan ef að þau fara að tala um það og reynum svona, að athuga hvort að þeim sé alvara með þessu, þá aðstöðum við þau, ef þau vilja. En við gerum allt á þeirra forsendum. Bara mætum þeim algjörlega frá. Er þetta misjafnt fólk á öllum aldri? Já, bara öllum aldri og öllum þjóðfélagsstéttum í rauninni. Já. Það er bara, þetta er bara þverskurð að þjóðfélaginu. Algjörlega. Er fólk aleitt að koma? Finna fólk sér félaga í sömu aðstæðum? Nei, það kom mér eiginlega svolítið á óvart hvað það eru margir einir að nota. En við hvetjum þau til þess að við kallum það buddy system að hafa einhvern að þau treysta á línunni og sérstaklega ef þau eru kannski að eiga samskipti við eða versla af einhver sem þau hafa ekki verslað áður af því að þá vita þau kannski ekkert hvaða efni þau eru með í höndunum. Frú Ragnheiður getur stundu verið buddy system eða sem sagt félaginn og þau mega alveg hringja í okkur þegar við erum á ferðinni en við hvetjum það til þess. Það er hættulegt að vera einn að nota. Eru þið á vaktinni, hvað eru þið mikið á vaktinni, eins og maður segir?
Er þetta á kvöldin eða daginn eða á nóttunni? Við keyrum bílinn sem sagt 2 kvöld í viku frá 8 á mánudum og 5. Og já. Það væri alveg stundu til í að við værum á nóttinni. Já. Það kom alveg skilaboð á nóttinni. En við erum ekki alveg til þjónustu reiðbúin þá. Er skilningur í samfélaginu fyrir svona verkefni? Ég hef haldið mörg erindi og það mjög misjafnt hvernig skilningurinn er. Fólk alveg forvitið hvernig verkefni en sumir hafa fordóma og fordómar náttúrulega oft af vanþekkingu. Þannig að ég alltaf til í að taka samtali, alls staðar, bara inn í vinahópa, félagasamtök, bara. Þegar maður vinnur í svona mikilli nálægð við fólk sem við köllum í undirheimunum, fólk með alvarlega vímuefnavanda, að þá vitum við að það í rauninni skaðlegt og hættulegt að refsa fólki fyrir með vímuefnavanda. Við eigum að rauninni að koma á móts við fólk af mannúð og ég segi oft, einu sinni fannst okkur eðlilegt að loka fólk inni og refsa fólki fyrir að vera með geðraskanir. Einu sinni fannst okkur líka eðlilegt þegar fólk var samkynhneigt. Og það eiginlega sama þegar kemur að vímuefnavanda. Við erum svona að færast frá þessu að því að vísindin og rannsóknir að sýna okkur að þetta ekki að skila árangri. Og að við viljum hámarka árangurinn, að við viljum raunverulega aðstoða fólk sem að glíma við alvarlega vímuefnavanda, að þá skiptir máli að við sýnum þeim virðingu og mannúð og við aðstofum þeim á þeirra stað sem þau eru. Og bjóðum þeim velkomin í staðan fyrir að refsa þeim og ýta þeim út af jaðar samfélagsins. Við kveðjum ykkur hérna úr Garði í Suðurnesjabæ. Og Baldvin Njálsson auðvitað þaðan. En það meira að gerast í þessu sveitafélagi og í þessu hverfi, Garðinum, að mikla byggingaframkvæmdir framundan og við ætlum að segja ykkur frá því í þættinum í næstu viku. Minnum ykkur á að við erum að gefa út blað sem við dreifum frítt öll Suðurnes og á netinu. Nýjar fréttir á víkurfréttavefnum www.vff.is og golffréttir á kylfingur.is. Við sjáumst í næstu viku. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.